Það framundan rektorskjör í Háskóla Íslands og það eru allavega 5 í framboði sem það fallist á að koma hingað næstu daga. Þetta ég veit ekki hvort að þau munið það, en ekki hlustendur muna það kannski að þegar var biskupskosninga þá fékk ég hingað alla þá sem rétt upp hönd og buðu sér svona fram. Það var svona óformlegt í upphafi til þess að koma hingað og ræða stöðu kirkjunnar og kristninnar og bara ýmisleg samfélagsleg mál. Og það nú kannski hægt að segja svo að háskólinn að vissu leyti kirkja í samfélaginu. Það mikilvæg stofnun og við ætlum að nýta tækifærið að það séu fólk sem að bjóða sig fram til þess að leiða háskólasamfélagið á næstu árum til þess að koma hingað og ræða þessa mikilvægu stofnun og hlutverk hennar í samfélaginu. Og fyrstur til þess að koma hingað Magnús Karl Magnússon sem prófessor í læknadeild. Vertu velkominn. Takk fyrir. Það rétt hjá mér að ekki að háskólinn mikilvæg stofnun í samfélaginu. Hann grundvallarstofnun í mínum mati. Hann algjör búinn að vera Háskóli Íslands núna hartnær 115 ár, verið okkar grundvallar háskóla menntastofnun. Þannig að hann hefur mentað þjóðina til háskólamenntunar frá 1911 og rauninni sumar greinar ennþá lengur. Þannig að hann algjör grundvallarstofnun í þessi menntahlutverki en síðan hefur á síðustu svona 25-30 árum hefur hlutverk háskólans breyst nokkuð, hafi víkkað og við erum til viðbótar að vera þessi grundvallar menntastofnun við orðin viðtæk rannsóknarstofnun, þannig að við stundum rannsóknir, kennum nemum í doktorsnámi og rannsóknartengdu meistaranámi, þannig að hlutverki hefur stækkað og hlutverk þessi í samfélaginu hefur þá stækkað leið, þannig að þetta hlutverk er orðið margþætt, margslungið og en gífurlega mikilvægt. Það stundum finnst manni að þú segir að svona hlutverk háskólans í samfélaginu fari stækkandi. Stundum finnst manni eiginlega að sé hægt að halda því fram hinnu þveru öfuga. Að við lifum núna, og þú kannast við það, að það talað að við lifum í svona samfélagi þar sem eru svona efasemdir það að það sem kemur frá ykkur sé endilega sannleikurinn, sem kannski var það þannig einhvern tímann miðja síðustu öld að það var litið á það sem óumræðanlegan sannleika og svo náttúrulega koma kannski efasemdir það innan úr háskólasamfélaginu, það sé nú ekki endilega þannig að verður, en núna erum við komin á tíma til dæmis í stjórnmálum og samfélagsumræðu þar sem að mér finnst stundum eins og bara það sem kemur frá háskólanum sé léttvægara heldur en þegar ég var ungur. Já, það En ái síður í gegn? Það getur vel verið og ég held að við þurfum að taka þessu hlutverk okkar mjög alvarlega. Hlutverkið mikilvægt og ég held að sé kannski aldrei mikilvægara heldur en nú eða mikilvægara í langan tíma heldur en nú. Það augljóslega pólitísk öfl í heiminum mjög víða vaxandi þar sem að unnið gegn, hvað maður segja, umræðu sem byggist á upplýsingu, byggist á staðgóðri þekkingu. Ég vil kannski forðast orðið sannleika því að ég held að við kannski fyrir varlega að hafa höndla sannleikan en að við séum að minnsta kosti að reyna að byggja á bestu þekkingu á hverjum tíma. Og það eru öfl held ég sem mjög meðvitað eru að brjóta niður þessar stofnanir sem að hafa með þekkingu að gera og ég held rauninni að þekking sé grundvallaratriði til lýðræðissamfélagi. Þekking, rökræða, samtal við samfélagið en þetta samtal háskólans við samfélagið byggir alltaf á því að háskólinn sé að vinna góða fræðivinnu og það séu líka góðir fræðarar sem eru góðir kennarar og góðir fræðimenn. Þannig að annars vegar þurfum við að hafa sterka stofnun þar sem við erum með góða fræðimenn, góða kennara og síðan þurfa þessir aðilar að taka þátt í samfélagi sínu. Og þannig að þetta hlutverk vex upp að þessu grundvallarhlutverki sem kennsla annars vegar og rannsóknir sem núna orðið þessi 2 grundvallarstoðir háskólastarfsins en gæði bæði rannsóknarna og kennslunar, hún kannski ræði mikið hversu mikið gæði samtala okkar við samfélagi getur orðið og við þurfum að tryggja það líka á sama tíma að við séum að taka þátt í þessu samtali. Þú ert að tala svona öfl í samfélaginu og afsakaði ég byrji svona eiginlega fyrir utan háskólan að hvernig þekkingin breiðist út í samfélagið og þessu öfl sem að vilja eiginlega grafa undan því sem kemur út úr háskólasamfélaginu og það
og benda bara eitthvað annað að þú, sem að er jafngilt, það er alveg sama hvað þú kemur með vandaða rannsókn, að það viktar ekki. Ég las það í dönsku blaði daginn að þetta var einhvern veginn allt öðruvísi. Já, þetta er alveg rétt sem þú ert að benda á. Þetta er staðreyndin í dag. Við erum á erfiðum tímum í umræðu þekkingu, upplýsta umræðu, getum við sagt. Og þetta er ekki bara hlutverk háskóla, þetta er hlutverk fjölmiðla, blaðamanna, útvarpsstöða og sjónvarpsstöða eins og við erum hér í dag. Þetta er allt partur af þessar umræðu og það er ekkert vafamál að við kannski héldum lengi vel að samfélagin var að þróast í einhverja framfara átt stöðugt en við erum að vakna upp vondan draum núna. Við þurfum virkilega að hlúa þessum grundvallar þáttum í okkur samfélagi. Kannski gleymdu við því og heldum að samfélagi myndi svona sjálfkrafa þróast í rétt átt. Gleymdu því að við þurftum að beina því í rétt átt. Það er alveg hárrétt og og það er vissuleiti kannski barnaleg hugsun og kannski ekki í samræmi við söguna að halda það að það liggi alltaf við eina átt en ég held við þurfum líka átt okkur á því að pendúllar sveiflast fram og tilbaka og þó við séum á erfiðum tímum nú þá er það hlutverk okkar sem kannski brennum fyrir því sem ég tel vera mikilvæg gildi í lýðræði, þekking, umræða, samræða við samfélagið, þá megum við heldur ekki gefast upp og segja að við höfum tapað baráttunni. Heldur þurfum við að virkilega að kannski standa fastar á okkar fótum heldur nokkru sinni fyrr. Þannig að ég vil meina það að háskólinn gegnir núna gífurlega miklu hlutverki á þessum viðsjárverðu tímum og ég held sagt vafamála getum notað orðið viðsjárverðu tíma núna og þannig að háskólinn þarf að stíga inn í lýðræðisumræðu, við þurfum að stíga inn í samfélagsumræðu, við þurfum að stíga inn í umræðu þekkingu, en við þurfum líka að hlúa að því að við séum að vanda okkur við það sem við erum að gera, stunda góðar rannsóknir og við séum góðir kennarar, því eins og ég sagði áðan þá er samræða okkur við samfélagið innihaldslaus ef við erum ekki góð í þessu, við þurfum að fá til okkar besta fræðafólkið, ungt fólk sem er að mennta sig allan heim og ná í það, þannig að við þurfum að átt okkur á því hvar grunnur okkar liggur í rannsóknum og kennslu og síðan að hugsa það hvað vexa þessari starfsemi. Þannig að þú ert ekki bara krefist þess að háskólinn fá eitthvað svona sess í umræðinni heldur verður hann líka að vinna fyrir því með því að vera með góða rannsóknir. Við þurfum að vinna fyrir því og við þurfum að ávinna okkur traust og við þurfum að vera ófeimin við að taka þátt í umræðu. Við þurfum að vera að standa sterkt á því þegar að hagsmunaöfl eru til að vinna gegn þekkingarsköpun eða umræðu þá þurfum við að standa fast á okkar fótum og vera óhrædd við að segja okkar skoðanir. Talandi hagsmunaöfla því að eitthvað sem var hlusta okkur geti séð fyrir sér bara svona deilu þróunarkenninguna og sköpunarsöguna eitthvað svolítið sem verið svona menningarlegur ágreiningur hvað er satt og svona en það eru náttúrulega marga undanfarna áratugi hafa hagsmunaöfl byggt upp svona think tanks og fleira við sjáum svona merki þessi bara í viðskiptaráð og fleira sem að þeir eru að dreifa út í umræðina er fæst að við kemur raunverulega út úr háskólasamfélaginu heldur stórum svona þekkingarstofnunum sem er eiginlega drifðar sem að auðkýfingar keyra áfram með sínu afli sem að senda upplýsingar út í samfélagi til þess að ná sínum hagsmunum og stilla því svolítið upp á móti háskólasamfélaginu sem að stundar svona kannski hlutlausari rannsóknir. Ertu að vísa í þetta? Að sérðu fyrir háskólinn geti risið upp þegar viðskiptaráð heldur ykkur fram og sagt nei, þetta er bara ekki svona þróunin á menntakerfinu í Svíþjóð því að við erum með heilu bókasöfnum sem sýna að þróunin er einmitt í þverju og átt. Já, við höfum alveg óhrædd við að stíga inn í pólitísku umræðu og þá er ég ekki að tala kannski þessa flokkspólitísku umræðu per se heldur umræðu stóru þjóðfélagsmálin. Við höfum að taka þátt í umræðu til dæmis vísindapólitík. Hvernig fjárfestum við vísindum? Hvernig fjárfestum við í okkur opinberu stofnunum sem eru háskólar og aðra menntastofnanir? Hvernig fjárfestum við og við verðum átt okkur á því og nú er ég ekki að tala gegn fyrirtækjum. Fyrirtæki hafa sína hagsmuni og það er allt í fína og það er upp á borðinu. Við þurfum bara átt okkur á því að við þurfum að tala fyrir öðrum hagsmunum. Sem er þá almennari hagsmunir, ekki sérhagsmunir. Og ekki sérhagsmunir, við þurfum ekki alltaf að greina með þarna á milli, er fólk að tala út frá sérhagsmunum eða almennum hagsmunum, en ég held segt vafamála háskóla samfélagið hefur ákveðna almannahagsmuni og við þurfum að finna okkur þann aðila
til dæmis til þess að setjast í stól rektors sem að getur tala fyrir málum þessar almennu hagsmuna málum, almenna röddu hagsmuni háskólasamfélagsins. Hérna, ég hef stundum verið að gera kröfu að háskólasamfélagið stígi inn í umræðina og hérna fyrir einhverjum missurum síðan að þá nefndi ég það oft í sambandi við umræðum innflytjendamál sem að mér fannst vera komin út í ótrúlegar ógöngur. Að þá var ég að segja hérna við þetta borð að mér finnst að hérna háskólan eiga að stíga fram og birta rannsóknir á stöðu innflytjenda og þú veist hvort að innflytjendur auki glæpi og allt þetta sem sagt. Svo að umræðan hérna geti mögulega orðið heilbrigð og þá er ég bara að trúa því að háskólinn geti rent einhverju svona, ef ekki að ræða máli svona sirka út frá þessu en þetta, þú kannast þessu umræðu hvernig hún var og þá voru menn einmitt að grípa til einstakra atvika hér og þar þar sem að hérna var eða svona gróðra stía já svona hérna það sem að menn voru að misnota raunverulega umræðina hægt að get ég staðið sem bara venjulega maður út í bæ og gert þessa kröfu á háskólan að ég vil að þið setja eitthvað vit undir þessa umræðu. Við erum að missa hérna vitið hérna í umræðinu innflytjendamál, komið með vit inn í þetta. Ég held að það var að minnsta kosti gott að þið myndi spyrja háskólasamfélag. Ég get ekki alltaf lofa því að svörin séu hverjum einstökum aðila honum að skapi. Við þurfum að hérna, en við þurfum að spyrja háskólasamfélagið. Háskólasamfélagið var óhætt að stíga inn í umræðuna og hérna stundum bregður það svo við að háskólaumræða getur verið svona, hún flæki kannski hlutina og kannski bendi á að það séu kannski fleiri en 2 litir. Þetta marglaga oft flókin umræðuefni eins og innflytjendamál. Það var ég að segja að grunninum, ég var ekki að leggja til að þið kæmum með lausnina. Þessi sérfræðingaveldi, bara spyrjum sérfræðingin. Akkurat, hérna, og leggja grunninn, það er alveg rétt, en hérna, ég er að taka undir það sem þú segir að háskólinn á er óhræddur við að taka þátt í umræðu og er mikilvægara núna en kannski oft áður. Algjörlega og ekkert vafamál í mínum huga. Við þurfum að og síðan þurfum við líka bara og skulum einfaldlega benda á að það að við séum að stunda rannsóknir og reyna að skapa þekkingu það gerir samfélagið okkar betra. Þetta eru gæði í sjálfu sér. Þannig við þurfum að tala fyrir því. Við munum hérna, við veitum kannski aldrei hvert þessi þekking leiðir okkur og við þurfum að vera opin fyrir því hvert hún leiðir okkur en þetta eru gæði í sjálfu sér að skapa þekkingu og hún er á öllum fræðasviðum, hún þarf að gerast á forsendu hvers fræðasviðs og síðan þurfum við að sjá hvað kemur út úr þessi þekkingu og það er oft óvæntir hlutir sem koma út og það er það sem gerir rannsóknir spennandi. Þetta þá að vara við því að við reynum að hafa ómikla stjórn á því hvernig háskólasamfélagið þróast. Þú kannast við svona, kemur oft úr atvinnulífinu að þið að skaffa mennta starfsfólk fyrir atvinnulífið eins og það þarf á að halda. En síðan er þetta ekki þannig því að ég get farið í háskólan, ég skrái mig og eldi minn eigin áhuga og þið kannski stækkar deildina þar sem að nemendurnir hafa meiri áhuga á. Líklega þeirri trú að það sé besta leiðarljósi til þess að byggja upp gott háskólasamfélag að fara að vilja og forvitni eða þekkingarleit einstaklingana? Já, sko við erum náttúrulega að þjóna samfélaginu og við megum ekki gleyma því sko, og þú segir að þjóna atvinnulífinu. Ég tala stundum það að við erum vissulega að þjóna atvinnulífinu, við megum ekki gleyma því að atvinnulífið liggur miklu víðar heldur en í fyrirtækjum landsins. Það liggur í menntakerfinu, það liggur í heilbrigðiskerfinu, það liggur í félagslega kerfi, það liggur í menningu og listum. Þannig að við eigum að, sko, við megum ekki líta svo á við séum utan við samfélagi, við erum að þjóna samfélaginu og ég hef nú þá trú að, sko, ungt fólk leitar í menntun, sko, út frá sínum áhuga en það er líka einhver leyti mótast af því hvar það telur að það mun hafa tækifæri í framtíðinni. Ég held við höfum ekki kannski að stýra því of en við höfum kannski að hjálpa fólki að átta sig á hvar þeirra áhugasvið liggur. Þannig að það geta svona tengt saman sinn áhuga við sinn starfsfélag í framtíðinni. Það er oft flókið fyrir ungt fólk að gera það. En það er ekkert vafamál að háskólinn, hann þarf að þjóna samfélaginu en þá er ég ekki að tala það að þjóna einhverjum þröngum hagsmunum. Ég er að tala það að við séum að þjóna samfélaginu þannig að við séum að mennta fólk og það eru gildin í sjálfu sér. Við þurfum að þjóna samfélaginu með að skapa nýja þekkingu. Og hluti af því er að stunda grunnrannsóknir þar sem við kannski erum ekki ákveða fyrirfram á hvaða fræðasviðið er en síðan kemur oft
við tökum bara til dæmis núna þessi stóru erfiðu mál sem við stöndum frammi fyrir eins og loftslagsmál, ýmis önnur, andlýðræðisleg umræða, þá ekkert óeðlilegt að þið opinbera stígi inn og vilji sjá þekkingarsköpun á þessum sviðum. Þannig að við þurfum að bregðast við þegar að koma upp nýjar krísur í okkar samfélagi til að skapa þekkingu þar, en við þurfum að hafa annan balans, við þurfum að hafa grunnrannsóknir og við þurfum að beina sjónum okkar að því sem að brennur á okkar samfélagi. En það ekki þannig að háskólasamfélagi bara sjáu þetta sjálft, að það sé nógu lýðræðislega uppbyggt með því og valdreift, þannig að nemendur eru sjálfur að sækja sér eftir og prófessorarnir að velja sjálfur hvað að rannsaka, þannig að þetta sé eiginlega besta kerfið. En þú opnar fyrir það að stjórnvöld geta komið og sagt við þig sem rektor, okkur vantar bara fleiri til þess að meiri þekkingu til þess að ýta undir orkuskipti og okkur vantar fleiri í fiskeldið, getur ekki skaffað það? Sérðu það fyrir þér að sé svona? Svona eiga samtölun ekki gerast. Við eigum ekki að fá skipun, en ég hef bara þá trú á samfélagi okkar. Ungt fólk í dag, það brennur fyrir ákveðnum málefnum. Það brennur fyrir þeim stóru viðfangsefnum sem samfélagi stendur frammi fyrir. Það alveg ljóst að ungt fólk brennur fyrir umhverfismálum. Og það ekkert óeðlilegt að við reynum að skapa þeim tækifæri á þeim fræðasviðum og ég held að fræðimenn líka eru að reyna ofta að bregðast við og reyna að svara spurningum sem eru relevant á hverjum tíma. Þannig þú trúið því að háskólasamfélagið sjálft geti fundið bestu lausnina fyrir samfélagið? Það þurfi ekki endilega að koma ordrur frá háskólaráðuneytinu? Nei, ordrur eiga ekki að koma frá háskólaráðuneytinu. Nei, akkurat. Eða við erum með dæmi háskólaráðarann sem var fyrir stuttu síðan sem tók peninga út úr háskólunum og ráðstafaði þeim, var það ekki næstuði bara sjálf, til einhverja verkefna sem hún taldi vera mikilvægt og þá, mér fannst þetta áhugaverð staða sem að út annars verður með svona valdreift og fjölpóla samfélaga háskólans, að þá kemur allir svona hugmyndum að miðstýringin úr ráðuneytinu gæti leiðbeint ykkur. Sko, ef ég bara kannski svara spurningum með því kannski að svara hvernig ég myndi vilja sjá það, þá held ég að sé miklu betra farsælla fyrir samfélagið að samfélagi í fyrsta lagi fjárfesti vel í háskólum og ég get kannski nefnt við tölur eftir hversu van fjárfestingin í háskólakerfinu. Og við byggjum upp öflugar stoðir til þess að geta annars vegar menntað og það í gegnum grunnfjármögnun háskólana og hins vegar hafa öflugar stoðir sem styrkja góða rannsóknir og ég held við höfum nokkur góð svona módel að því hvernig við höfum að gera þetta hvoru tveggja. En stóra vandamál í íslensku samfélagi í dag að við höfum ekki alveg mótað háskólapólitíkin okkar þannig að hún muni þjóna samfélaginu þessu stóru gildum að geta skapa nýja þekkingu og vera með góða háskólamenntun. Ég held við höfum eiginlega aldrei getað komið því niður á blað hvernig við höfum að gera það. En á hverju hefur fókusið þá verið? Ef við erum ekki með fókusin á því sem við ættum að íþróttamál, við vorum ekki með augun á boltanum, hvað voru við bara horfum upp í stúku? Já, við erum ungt borgarasamfélag. Við erum og háskólinn fyrir 20 til 30 ára síðan var að fyrst og fremst menntastofnun. Og nú ég ekki að gera lítið, það mjög mikilvægt hlutverk. En nú hefur það breyst gífurlega mikið, þannig að rannsóknarhlutverk er orðið mjög stórt. Og ég held við höfum ekki hugsað nægilega út í það hvernig ætlum við að fjármagna þennan hluta til dæmis. Þannig að ekki bara að við séum að beina fjármagnin þangað, heldur hvernig gerum við það og hvernig tryggjum við að það séu gæði þarna og hvernig tryggjum við það til dæmis að við fáum bresta fræðifólkið okkar til þess að ráða sig inn í íslenskt háskólakerfi komi erlendis frá til dæmis og ráði sig hingað og hvernig getum við haldið í það. Það er mikil samkeppni gott fólk. Og háskólar þurfa að taka þátt í því og nú ég ekki að tala samkeppni í einhverjum þröngum skilningi heldur bara í þessari eins og í öllum greinum að við erum alltaf að berjast það hvort við náum í bestu einstaklingana. Vísindi eru líka þannig að það að við þurfum að ná í gott vísindafólk og við þurfum að fjármagna góð vísindi og við þurfum að hafa ákveðna aðferðafræði til þess. Og ég held að við höfum ekki haft nógu góð kerfi þarna og við höfum líka vanfjárfest verulega. Við berum okkur saman við okkar nákvæmlega. Við byrjuðum að fara aðeins yfir fjármagninu en áður en við komum að því að þá var náttúrulega það þannig að auðvitað þyrftum við að hafa alls konar markmiðsbein. En við höfum bara ekki efni á öll. Þannig einhvers staðar verður að koma þá sem að kemur með peningin til ykkar og segja bara, já við erum til í að fjármagna þessa uppbyggingu en ég held að sé bara komið of mikið af viðskiptafræðingum og kynjafræðingum eða hvað svo sem ráðherrann á hverjum tíma vill leggja á. Það vissulega
pólitísk umræða, sko til dæmis hvernig við stýrum grunnnámi í háskóla. Ég held að það sé ekki verulegt vandamál að við höfum verið að fara í ranga átt, en það má örugglega finna dæmi það. Þannig að við ekki láta það milla okkur sjónar. Sko þegar við tölum sko til dæmis í hvaða greinum eigum við að mennta ungt fólk í dag, það má alveg taka umræðu það hvort að við ætlum að hafa ykkur öðru sér áherslur, en ég held að það sé ekki stóra vandamálið. Heldur að við höfum vanfjárfest og það svo verulegu magni nemur. Þá ertu komin inn á það líklega að háskólakerfið eins og margir okkar grunnkerfa og grunninnviða vanfjármagnað. Já, og sko það ekki, sko við erum í litlu samfélagi, þannig okkar innviði verða oft dýrari við berum okkur saman við nágrannasamfélagi. Hlutfallslega, já. Hlutfallslega bara við þjóðarköku og allt sko, en háskólan raunir í þeirri stöðu að ef við berum til hann saman önnur menntastig, og nú ég ekki að segja þau séu sko of alin, en við tökum til dæmis grunnskólastigið, þá það dýrara hér heldur á Norðurlöndunum. Mér finnst það eðlilegt, við erum með hér skóla út allt land í litlu samfélagi. Það dýrara. Menntaskólakerfið svipað eins og á Norðurlöndunum, kostnaðurinn við það, og mér finnst það að vera góður árangur í menntaskólum að ná því að með þessa marga litlu einingar að ná að vera jafn mikla fjárfestingu, jafn mikla þessi sama hlutfall af þjóðarkökunni sem fari í menntaskóla eins og Norðurlöndum. Ég held þessi góður árangur. Háskólarnir eru með þriðjungi lægri upphæð heldur á Norðurlöndin. Það að segja. Þó svo hlutfallslega jafnmargir nemendur. Já, hlutfallslega jafnmargir nemendur, en hversu mikið fjárfestu við, venjulega þegar tala fjárfestingu í háskólakerfi, miðað við stærð kerfisins út frá fjölda háskólanema. Háskólanemar á Íslandi eru sambærilega við það sem gerast í vestrænu löndum, vestanhafs og í Evrópu. Það sambærilegur fjöldi, en við erum 20% fyrir neðan meðaltal OECD, þegar við tölum hversu mikið peningur fer inn í háskólakerfi miðað við stærð þess, og við erum hérna þriðjungi lægri heldur en Norðurlöndin. Það að segja við þyrftum að auka háskólafjármögnunum 50% til þess að ná sömu tölu á Norðurlöndunum. Ég veit ekki neina bankastofnun, ég veit ekki neina tryggingastofnun eða smásölufyrirtæki sem að bjóða sína vöru á 33% lægra verði heldur á Norðurlöndunum. Þannig að, og þetta í kerfi þar sem að við erum með til dæmis við Háskóla Íslands fjölmargar fámennargreinar sem við verðum að hafa. Við þurfum að hafa góða heimspeki, sagnfræði, við þurfum að hafa góða stærðfræðideild, við þurfum að hafa góða efnafræðideild. Þetta eru grunngreinar háskólasamfélagsins. Sumar þeirra verða eðlisínu samkvæmt litlar. En þrátt fyrir það erum við að vanfjárfesta þarna. Þetta höfum við vitað lengi. Pólitíkusar fyrir 10 ára síðan sögðu við þurfum að fjárfesta í háskólakerfinu og það lagaðist. Við náðum meðaltali OECD árið 2017-18. Síðan hefur umræðum háskólamála eiginlega horfið úr samfélaginu. Fyrir síðustu kosningar var vallar talað háskóla og við höfum dregist aftur úr. Og þetta er óskup einfaldlega en á hverju bitnar þetta? Þetta bitnar líka bara háskólinn lakari hér heldur en í samanburðarlöndunum eins og sagt er. Já, á hverju bitnar þetta? Hvar hann lakari? Já, sko, á hverju bitnar þetta? Þetta til dæmis bitnar á því að það eru fleiri stúdentar á hvern kennara við Háskóla Íslands. Það erfiðar að kenna stærri hóp. Háskólakennsla gengur út á samtal. Þannig að þetta bara augljóslega, þetta bitnar á því. Þetta bitnar á því að geta sett upp nýja kennsluhætti. En háskólafjármögnunin líka rannsóknir. Það vel kannski helmingur af fjárveitingunni eru rannsóknar og við getum rætt það líka þannig að þetta bitnar á rannsóknum þannig að við erum að vanfjárfesta og svo verulegu magni nemur og ég held að við höfum okkur hafi svolítið mistekist að taka þátt í þessari lýðræðislegu umræðu sem vorum að ræða áðan. Getur verið þetta að sé ákvörðun sem tekin að það eftirsókn eftir háskólanámi og við verðum að sinna því en hins vegar erum við svo fá að við getum kannski ekki staðið við getum ekki haft jafn öflugan rannsóknar háskóla og tíðkast annars staðar þannig að við bara leyfum því að vera lakara við erum þá bara að byggja á Já, sko við getur að vera þetta sé ákvörðun sem tekin Nei, ég held að þetta sé eitthvað þar sem við tókum enga ákvörðun það sem bara að vera að skrúa niður fjárveitingar og í vonum að það reddist Ég skal bara benda þér á hvernig sko, þetta allt saman pólitík og við tökum sko til dæmis bara nýsköpun í samfélaginu stórluta því eru háskólar stór þáttur við hugsaum nýsköpun í samfélagi Nýsköpun í íslensku samfélagi
hefur aukist 50% á síðustu 10 árum. Þá ég að tala með landsframleiðslu úr 2% upp í 3% af landsframleiðslu. Þetta veruleg aukning. Ef við skoðum hvert hún hefur skilað sér, hún hefur öll skilað sér til fyrirtækja í landinu. Og nú ég ekki að tala gegn nýsköpun í fyrirtækjum. Heldur ég að benda á þarna þegar öll þessi aukning 50% skilað sér til fyrirtækjana. Af hverju gerðist það? Ertu að tala eitthvað svona framleiðslu, ertu að tala framlög til nýsköpunar rannsókna? Þetta hversu mikið samfélagið fjárfestir í nýsköpun. En þetta ekki langt með þessi endurgreiðslukerfi sem að Bjarni Benediktsson tók á, þar sem að fyrirtæki geta bara sótt skattaafslátti inn í fjármálaráðuneytið? Ég skal einmitt lýsa. Og OECD hefur varað við og sagt að það ekkert eftirlit með þessu og alls óvíst hvort þetta leiðir til rannsóknar og þróunar. Þú ert þarna greiðst orðið akkurat frá mér og ég alveg sammála þér. Þetta gaman að heyra þetta frá þér og ég alveg sammála. Þarna nýsköpun í fyrirtækjum jákvæð og það hægt að hafa leiðir til þess að stuðla nýsköpun í fyrirtækjum. En nýsköpun í fyrirtækjum líka háði að við séum með góða háskóla. Fólki sem skapar nýsköpun í fyrirtækjum hámenntað fólk, það til dæmis fólk með doktorspróf. Þeir eru menntaðir í háskólum. Og þegar við erum að hugsa það sem samfélag, við ætlum að fjárfesta í nýsköpun, þá þurfum við að gera það í þessum megin þáttum sem háskólasamfélagið og síðan vil ég líka benda á það, þegar við erum að hugsa nýsköpun í atvinnulífinu, þá megum við ekki gleyma því að atvinnulífið viðtækar heldur en bara fyrirtækin í landinu. Þannig að við erum að hugsa stofnanir, heilbrigðiskerfi, félagsleg kerfi, við þurfum að hafa nýsköpun þar, við þurfum að hafa þróun og atvinnulífið ástæðan fyrir því að við erum með heilbrigðiskerfi til dæmis inn í stofnunum en ekki fyrirtækjum, ekki vegna þess að okkur sama það, heldur vegna þess að okkur þykir svo vænt það. Og af hverju ættum við ekki að fjárfesta í nýsköpun í þessu kerfi, rétt eins og í fyrirtækjanum? Þetta eru grundvallar spurningar og við þurfum, þegar við erum að hugsa nýsköpun, þá þurfum við að hugsa að við séum að stuðla nýsköpun sem nýtist samfélaginu öllu. En mér finnst þessi breyting sem þú ert að lýsa, eða það að aukningin í framlögum til rannsóknar og þróunar hafi öll farið til enga fyrirtækja. Mér finnst þetta að vera afleiðing af pólitísku umræðu. Þú veist að segja að það hefði ekki verið einn háskólaumræða, en mér finnst þetta að vera, ég get alveg bara þuluð upp ræðurnar hjá fólki sem hefur talað fyrir þessu og verið með svolítið svona efasemdir að rannsóknar og þróun sé best geymt hjá ykkur, opinberum starfsmönnunum, heldur síðan miklu betra að örfa það út í fyrirtækjunum. Þó svo að við kannski á Íslandi getum ekki bent á neinn dæmi þess því að ég held að flest af því sem að við getum verið stolt af eins og Marel og fleira hafi orðið til inn í háskólanum. Já, nei, það þú ert að benda þarna grundvallaratriði og við, þetta ekkert umdeilt sem ég að segja núna að háskólar og háskólasamfélagi sé, hvað maður segja, vaxtar úr þeirri mold vex nýsköpun. Það ekki bara það að við séum að mennta fólk, heldur þarna skapast líka hugmyndir. Og við getum rekið mörg dæmi fyrirtæki í dag sem hafa vaxið úr þessum hugmyndum. Þannig að það ekkert umdeilt að háskólar eru stór hluti af nýsköpunarumræðunni en þegar við horfum bara á pólitískar ákvarðanir og nú ætlum ég ekki að fara út í flóknari pólitíska umræðu sem ég veit að þú hefur mikla skoðun og ég hef það líka en hér að því að nú ég að ræða háskólana þá ég að ræða nýsköpunar og háskólapólitík þá þurfum við í háskólasamfélagi að taka þátt í þeirri pólitík við þurfum að segja við stjórnvöldum, við þurfum óhrætt við að segja það ef við ætlum að stuðla nýsköpun þá þurfum við að stuðla nýsköpun í fyrirtækjum, en við þurfum að gera það í háskólum og við þurfum að gera það í öðrum stofnunum og geirum atvinnulífsins. Og ég held við bara ósköp einfaldlega farið svolítið af leið síðasta áratug að nýsköpun hefur skilað sér öll í einn geira samfélagsins og þarna þurfum við að stíga inn og við þurfum að benda á hvar okkur hefur mistekist. Og við erum svolítið blind fyrir nýsköpun sem ásist að annars staðar enn í fyrirtækjunum. Ég talaði nú þarna í COVID að ég hefði viljað að göngudeild COVID fengi nýsköpunarverðlaunin sem var svona dæmi svona viðbrögð inn í stofnunum sem að einhvern veginn var aldrei flokkuð með nýsköpun eða að því að það var eins og við vorum eiginlega blind fyrir því að frjóar ákvarðanir og viðbrögð gæti átt sér stað inn í stofnunum vegna þess að við vorum eiginlega búin að gangast inn á þá trúarbrögð að opinberir starfsmenn væru að eyða fjármunum sem að starfsmenn einkageiranna væru að búa til. Já, þetta bara gott dæmi bara frábæran hlutum. Gaman og nefnir þetta, við getum nefnt ég er búin að núna síðan tókast ákvörðun síðasta sumar, ég er búin að hitta fólk allan skóla. Það eru óskaplega lærdómsríkt og
bara til að heyra af alls konar nýsköpunarverkum sem eiga sér stað í félagslega geiranum. Ef við hugsum fólk sem illa statt í okkar samfélagi og við þurfum að finna leiðir til að hjálpa þeim, það gerist í gegnum það að finna nýjar leiðir. Við þurfum að finna nýjar leiðir til þess að aðstoða og hjálpa fólki sem hefur á sárt að binda í okkar samfélagi. Og það gerist ekki bara með því að búa til app. App getur hjálpað, en við þurfum líka nýsköpun sem á sér stað í þessum, í þessari aðferðafræði sem við erum að beita í öllu samfélaginu. Þannig að við þurfum að hafa miklu breiðari sýn á nýsköpun. Og við Mættu taka mjög alvarlega það þekkja, þegar þú ert að tala þá er ég að hugsa þann stuðning sem til dæmis mamma fekk þegar hún þurfti á hjálp að halda, að það hefði mátt taka það að miklu meiri svona alvöru að þróa svona raunverulega heilbrigðis og umönnunar þjónustu við aldra fólk sem býr heima þessum. Já, þetta er bara dæmi einhvern þann þátt í okkar samfélagi, það sem að samfélagið myndi njóta svo almenningur í landinu myndi njóta góðs af nýsköpun. Og nýsköpun er sem sagt eitthvað sem er að gerast í öllum geirum samfélagsins, þurfum að stuðla að því og við þurfum að hugsa það þegar við erum að leggja rækt við þetta. Háskólinn þarf að tala fyrir því. Við þurfum að tala fyrir þessu stóru samfélagsgildum sem háskólinn hefur. Talandi um samfélagsgildi að það hefur verið svolítið fjallað það innflytjendur og hvernig þau falla út úr námi. Ég var að vitna hérna áðan í háskólaprófessor hjá ykkur sem að sagði, ég sé eiginlega aldrei innflytjendur og það var að meina að það var eiginlega fallinir út úr út menntakerfinu áður en það kæmu til ykkar til prófessorana. Já, það er alveg rétt og það liggja náttúrulega rannsóknir fyrir sem að hafa til dæmis hort á það hverju skila sér inn í háskólana og til dæmis innflytjendur og börn innflytjenda skila sér síður. Það hafa verið, en það er ánægjulegt að benda á að það hafa verið sett af stað mjög áhugaverð verkefni sem heitir Sprettur. Það sem verið að nýta meðal annars háskólastúdenta og ungt fólk til þess að verða svona mentora eða leiðbeinendur og koma til hópa þar sem að kannski við þurfum helst að beina sjónum og benda þeim á hvað háskólar að gera, hjálpa þeim kannski á menntaskólastiginu, þannig að grípa þarna fyrir inn. En er þetta hlutverk ykkar að því að þetta er eiginlega gerist til áður en að fólkið getur komist til ykkar, það fellur og ég myndi halda að ef að þú ert að tala fyrir svona öflugu, sterku háskólasamfélagi í lýðræðslegu samfélagi þá er bara mikilvægt fyrir ykkur að hafa að fólkið sem er til ykkar samfélagi sé líkt því sem er út í samfélaginu. Já, það er nákvæmlega þannig að ég tala um þessi tvö megin hlutverk sem var í kennslu og rannsóknir en stofnunum þarf að hvíla á styrkum siðferðilegum grunni. Við þurfum til dæmis að tryggja það að innan stofnunar okkar séu gildi jafnréttis, inngildingar, fjölbreytni. Við þurfum að tryggja það að þetta sé innan stofnunar okkar. Þetta er partur okkar grunngildum. Við þurfum að hafa samfélagslega ábyrgð sem grunngildi í okkar samfélagi. En það er margir ef að ég færi inn á Háskólatorg og var að kaupa þar mat, það var mjög líklegt að það væri útvistað störf sem að væri að afgræða mig með súpuna og svo var einhver að þrífa borðið og hann var líka útvistað. Líklega sá sem að þrífur skrifstuna þína er ekki hluti af háskólasamfélaginu. Þetta er bara hlutur sem að ég held að okkur öllum sem eru rættarframbjóðendur, okkur svíður þetta að horfa upp á þetta. Þetta er líka hluti af miklu stærri þróun í samfélaginu og þetta er hlutur sem við þurfum að ræðum. Við þurfum að taka þátt í umræðu til dæmis þessa hluti. Eigum við að láta svona hluti viðgangast inn á okkar stofnun? Þetta er erfið umræða og stofnun sem er fjárvana, hún á kannski oft á tíðum líka erfitt með að taka á svona hlutum sem að okkur svíður. Reyndin er nú oft þannig að þegar ákvörðum var tekin að spara þarna eitthvað 20%, að það eru kannski liðin 8 ár síðan að það var gert, en sparnarinn er ekki lengur, af því að það er oft þannig að þetta jæst upp á leiðinni. En verðandi annað sem við höfum talað stundum við Rauðaborðið er svona hörnun námslána og menntasjóðs, þar sem að staðrindin er eiginlega svo að maður myndi ætla það að menntasjóður eins og heitir í dag, sem er námslánin, væri til þess að auka jafnrétti til náms, til styðja fólk sem að kæmi að efnavinni heimilum til þess að geta sótt sér háskólamenntun. Reyndin er svo að svo er ekki vegna þess að lánin eru það lág og ef þú leigir kannski íbúð hjá félagsbústum að þá dugar námslánin valla fyrir leigunni.
Þannig að þú neyðist til þess að fara að vinna og vinnur á Subway og kvöldinu og fleira og þá skerðast námslónið þín og það þýðir að þú eiginlega eigur vinnuna þína og allt í ert þú mættur við hliðina á þeim sem hefur kannski meiri fjárhagslegan stuðning á sínu heimili. Hann þarf ekki að vera stunda en þú ert komin í fulla vinnu bara til þess að koma þér í gegnum nám. Þú ert að koma þarna inn á alveg gífurlega mikilvægt mál sem að við háskólakennarar finnum mikið fyrir. Það háskólastúdentar vinna mjög mikið með námi. Og aftur erum við einhvern veginn, hefur við komist í þann ósið, við berum okkur ekkert saman við okkar nágrannalönd. Norðurlöndin, þeir fjárfesta í háskólum og þeir fjárfesta í háskólastúdentum. Af hverju? Af því að þessi ríki telja háskólamenntun skipti máli og þeir telja að jöfnuður skipti máli í samfélaginu. Og við þurfum að tryggja það að það partur af grundvallar, getum við sagt, siðferðisgildum háskólans líka að við séum að þjóna samfélaginu öllu. Og við þurfum að tryggja það að háskólinn geti veitt öllum þeim sem vilja geta komið og fengið sína menntun. Öllum sem vilja. Þannig að leggja áherslu á það. Það ekki allir sem eiga að fara í háskóla. Ég ekki að tala fyrir því. En aftur erum við einhvern veginn, gleymum við því að okkur finnst eins og við þurfum ekki að fjárfesta í þessu. Hlutinir kosta eitthvað og við þurfum að fjárfesta í því og við þurfum að tala hreint út það og ég held til dæmis að þetta hefur lengst að verið hagsmunamál stúdentarhefingarinnar. Ég held að þetta sé miklu stærra mál að þetta sé hagsmunamál háskóla samfélagsins. Að háskólinn fjárfesti í háskólastúdentum að því við, eins og við sjáum þetta, við sem erum að kenna, við finnum það að háskólastúdentar, margir hverjir, get ekki helga sér náminu. Og háskólanám full vinna. Háskólanám samtal. Á sér stað, getur á sér stað í fjarnámi en oftast í staðnámi. Það á sér stað í gegnum samtal og þetta þarf að gerast þannig að fólk hafi tíma til að sinna því. Þetta mikil vinna og en móti kemur alveg óskaplega skemmtilegt og hvað skemmtilegt sem maður gerir að kenna ungu fólki en það mjög sárt að finna fyrir því að samfélagið sé ekki að fjárfesta í því að háskólanemar hafi þennan jöfnuð að geta stunda nám án tillits til efnahagslegar bakgrunnar og við séum að sjá mikið af ungu fólki sem í mikilli vinnu samlega háskólanum. Sanna Magdalena Mörtudóttir sem núna forseti borgarstjórnar, hún hefur fjallast á þetta, hún hefur verið svona oft sagt frá hún dóttir einstæðra móður sem var í mikilli fátækt og þær mæðgur voru í mikilli fátækt en hún komst í gegnum og kláraði meistaranám í mannfræði en hún hefur sagt að þegar hún kom út úr náminu að þá var hún komin í þá stöðu að hún til þess að geta klára námið þá var hún að taka okurlán, svona smálán hún kom stór skuldug út úr náminu í lánum á hæstu vöxtu sem mögulegt að taka á Íslandi og ég nefni hana sem dæmi vegna þess að ég held að þessi bara allir sammála í íslensku samfélagi að við eigum að vera þannig samfélagi að geta leitt Sönnu Magdalenu Mörtudóttir mennta. Já, þetta bara, það skipt svo miklu máli að fá andlita á þessar sögur og og við þurfum að hugsa hvað okkur sæmandi í okkar samfélagi. Og við eigum ekki að játa okkur sigraða fyrir einhverju möntru það að við höfum ekki efna á menntasjóð. Við höfum ekki efna á því að fjárfesta í háskólum og háskólamenntun. Þú meina að við höfum ekki efna á að gera það ekki? Þetta hlutur sem að við vitum að samfélög sem að fjárfesta í háskólamenntun og það ekki vafamál að samfélög sem fjárfesta í háskólamenntun þeim vegnar betur. Ekki bara hvað varðar efnahagsleg gæði, heldur félagsleg gæði og margt annað. Þannig að við erum megum ekki vera sofandi á verðinum í háskólasamfélaginu og halda það að hlutinni gerist sjálfkrafa. Við þurfum að vanda okkur. Já, og það það sem ég langar að spyrja því að sömuleyti erum við að fara yfir einhverjum svona hörnun, þú veist alls ekki á öllum sviðum en svona grunur það að hafi ekki allir ríkt aðgengi að háskólamenntun og kannski var eða það sem við heldum að við værum að stefna að og það þrengt að fjárveitingu að við vorum með næstu jafnstöðu við Norðurlandaþjóðirnar erum lakari núna og þú nefndir áðan til dæmis þegar við vorum að tala svona skautun og deilur hvað þekking í samfélaginu að það eru ákveðin öfl sem eru þar sem að hafa hagaði að reka sína hagsmunabaráttu og ekkert við því að gera ég man að þú sagðir eitthvað í þáveruna en það verður að vera eitthvað mótvægi á mót og þá lítur spurningin að vera svo það þannig að stjórn háskólans og háskólasamfélagsins
hafi ekki verið nógu einbeitt, ekki skilgreitt nógu vel hlutverk sitt, ekki átta sig nógu vel á þeim hættum sem væru. Er þetta gagnrýni á stjórn háskólasamfélagsins undanfarna áratugi? Já, ég held við getum sagt, sko, þetta er náttúrulega ekki sér íslensk fyrirbæri og síður en svo. Þetta er alþjóðlegt, þannig að ég held við getum ekki sagt að skautun í okkar samfélagi sé eitthvað sér íslensk fyrirbæri eða sé vandamál við íslenskt háskólasamfélag. En ég held að vestræn samfélag hafa sofið á verðinum, ekkert vafamál. Og þau hafa sofið á verðinum gagnvart þessum grundvallar lýðræðisprinsipum sem við þarna ræða um. En við sérstaklega? En tel ég að ég held að... Er ég að reyna að egna því að tala? Nei, ég er sko... Að gagnrýna fyrri ráðamenn? Það eru... Við getum líka átt okkur á því, það er staður og stund fyrir mismunandi orðræðu. Ég held að núna, bæði vegna stöðunar sem að vestræn samfélagur og líka ef við horfum bara á hvað við gerst við fjármögnun háskóla á síðustu árum, þá sé núna er tími til þess að háskólasamfélagi þurfa að stíga sterkt inn. Og ég held að við höfum til dæmis í lýðræðislegri umræðu og maður sér það, ég tala mikið virðing oft um pólitíkusa að það er ekki nóg fyrir okkur að tala við pólitíkusa að hlusta á samfélagið. Við þurfum að tala við samfélagið á sama hátt og samfæra samfélagið okkur það sem við erum að gera síðast virðið að fjárfesti. Og það er þessi samræða sem ég held að þurfa eiga sér stað og ég held að háskólasamfélagið hafi ekki verið nógu duglegt við á síðustu árum. Tala við almenning og og við þurfum að passa okkur að tala ekki úr fílabeinsturni. Við þurfum að tala við almenning af virðingu og reyna að útskýra margt sem er fallegt gert í háskólunum. Ýmsar námsleiðir til dæmis fyrir fólk með þroskahömlun. Það er margir óskaplega fallegir hlutir sem hafa verið að gerast þarna sem kannski ekki verið að tala um. Og það eru þannig að við höfum ýmsar sögur að segja en við höfum kannski líka það sem gerist kannski þegar stofnun verður fjárvana og fer að hlaupa aðeins hraðar að þá kannski gleyma þessi þættir eins og að taka samtali út í samfélagið. Þannig að það kannski kemur ekki á óvart að kannski þegar að háskólinn kreppir að honum að hann þá kannski farin að tala minna við samfélagið. Þetta er bara, ég ætla ekki að þykist hafa einfalda skýringu á því. Finnst þið það hafa verið minna undanförnum, þetta er eilíðar vandamál með fílabeinsturnin? Já, þetta er fílabeinsturnin þetta er bara... Þetta er svona hugtak sem að reyna að útskýra eitthvað að þegar við verum að tala saman og við bara tala yfir hausamótorum á mér. Þetta er alltaf vandamál þess þegar þú ert að tala flókna hluti, að tala, að útskýra það ekki þannig að fólk skilji. Þannig það er, og kannski aðeins við förum út í kannski þá umræðu, það er alltaf hættan þegar háskólafólk talar, það virkar eins og þessi talar úr fílabeinsturna, þannig við þurfum að passa okkur að tala til almennings og útskýra hlutina. En ég held að sé að mínu mati höfum við ekki tekið nógu mikið þátt í samfélagsumræðu hlutverk okkar og að þess vegna hafi umræða í lýðræðislega umræðum sem eiga sér stað fyrir þingkosningar. Þá er umræða fyrir síðustu 2 þingkosningar verið þannig að háskólar hafa varla komið á blað. Og ég er ekki ætlast til þess að háskólaumræða sé alltaf efst á blaði en hún vera hluta af umræðunni. Og maður skoða allams ríkisstjórnarsáttmála. Fyrir 10 árum síðan var talað um að það verðum að styrkja háskólana og það var talað með þess að í tölulegum gildum ætlum að ná OECD og svo ætlum að ná Norðurlöndunum og þetta var mantra sem gekk var pólitísk samstæðu. Í síðustu 2 ríkisstjórnum hefur verið talað um fjármögnun háskólana. Ég held að sé ekki að því að háskólapólitíkus viti ekki af því, heldur vegna þess að háskólar hafi ekki verið umræði í samfélaginu. Þannig ég held að það sé þetta sem ég kannski að benda á, að við þurfum að benda á mikilvægi okkar, að gera það enginn fyrir okkur, það er okkar hlutverk að gera það, við þurfum að gera það vandvirkni og við þurfum að gera það virðingu fyrir samfélaginu og virðingu fyrir okkar stofnun, því að ég er ekkert vafamála, stofnunin að gera marga góða hluti. Já, nú er rektorskjör og það var síðast 10 ár sem var rektorskjör og þar áður 20 ár. Hljómar svolítið þegar ég er hlustað þá finnst mér eins og þú upplifir að háskóli sé á svona nokkru tímamótum, hann verði að svona gera það sér brók eða hvað sem sagt og það þurfum við að ná saman hópnum og hafa einhver svona skilgreind markmið og þannig að þú ert að bjóða þig fram til ansi mikill að verka. Þú ert alltaf ekki að
þetta ekki virðingarstaða sem þetta sækjast eftir, þetta þetta sækjast eftir því að leiða einhverja svona, kannski endurreisn væri of sterkt til orða tekið, en svolítið svona viðreisn í háskóla samfélagsins og að efla hlutverk hans í samfélaginu og virðingu fyrir honum. Ég held að ég fer í þetta með talsverðum baráttuhug. Ég hef alveg verið óhræddur við að gagnrýna stjórnvöld. Ég hef oft gert það í sambandi við vísindastefnu og tekið þátt í umræðu ýmis konar andvísindi sem snýr að ýmsum viðkvæmum málum. Ég er alveg óhræddur við það og ég lít á núna hlutverk rektors sem málsvara Háskóla Íslands, málsvara þeirra sem brenna fyrir þessi málefni og ég held að Og þú heldur fram að háskóla þurfi sterkari rödd? Ég held að þurfi sterkari rödd, gagnvart stjórnmálamönnum? Já, ég held það. Gagnvart almenningi? Já, og við þurfum að hafa sterkari rödd gagnvart stjórnvöldum og við þurfum að hafa útskýrandi og fara í hlutverk fræðarans og tala við samfélagið og kannski eiga samtal líka, hlusta líka. Akkurat, að hlusta. Það er alveg rétt og við þurfum að hlusta á samfélagið líka. Það er alveg rétt og þetta er líka partur af samtali við samfélagið ekki bara að tala til fólks, heldur að hlusta á fólk. Þetta það sem við reynum að gera í háskólakennslu að eiga samtal og þannig þetta mér finnst þetta að vera mjög spennandi verkefni. Þetta ekki auðvelt og ég ekki að halda því fram að þetta sé auðvelt verkefni að auka fjármögnun til okkar stofnunar, en ég held að við höfum sterk rök fyrir því að hlutverk háskóla sé mikilvægt í dag, kannski aldrei verið mikilvægara, að það sé vanfjárfest í íslensku samfélagi í háskólum og að við þurfum að vera málsvarar þessa kerfis og ég held að sé engin betur til þess fallin heldur þeir sem að þekkja kerfið vel, en á sama tíma þurfum við líka að vera meðvituð það að kerfið ekki til fyrir okkur, heldur kerfið til fyrir samfélagið og kannski átt okkur á því að við séum að brenna fyrir eitthvað stærri gildi heldur en til dæmis okkar einstöku fræðasvið, einhver stærri gildi heldur en störf okkar á frama, heldur þetta séu gildi sem snúa að því að láta gott af okkur leiða til samfélagsins og ég ekkert í vafa það að háskólar hafa gert það gegnum tíðina, þeim oft mistekist en þau hafa gert það svona í heildina litir og háskólinn hefur gert alveg ótrúlega margt fyrir Íslands samfélag, við höfum að vera stolt af því en við höfum alltaf verið meðvituð að við getum gert betur. Herðu, aðeins eitt af því að þú sagðir sambandið samanburðin á Norðurlöndunum að við varum vantaði þriðja inn í fjármagninu hjá okkur og það þýddi það að auka fjármagninu 50%. Er það allt peningar á skattfé eða er það leggja til, stundum heyrir maður svona í háskólasamfélaginu að það eiginlega að reka þig til þess að sækja fleiri styrki hér og þar heiminn? Er það 50% aukning frá ríkisútgjöldum? Nei, ekki, ég ekki að segja það, nei. En við erum svona cirka 2/3 okkar framlögum eru beinframlög til háskólans. Síðan eru stórir þættir sem samfélagi leggur til sem eru til þessu vísindasjóðir. Þeir koma úr samfélagssjóðum líka. Ég held að þeir þurfi að vaxa verulega á Íslandi. Og þetta kemur að rannsóknarhlutverki háskólans. Þannig að þetta ekki bara bein fjármagn til háskólans heldur inn í stóra samkeppnissjóði sem að þeir eru að veita styrki til vísindaverka á öllum fræðasviðum. Þetta kannski grunnurinn undir til dæmis doktorsnámi sem að hlutir sem hefur vaxið upp og ég til dæmis að margir til dæmis af okkar kynslóð við hugsum og núna ég lifi og hræris í háskólasamfélaginu en þeir sem að jafnaldra mínir sem að voru í háskólanum með mér og hafa síðan farið út við dæmum oft háskólakerfin eftir í hvernig það var þegar við vorum sjálfi í kerfinu en háskólan hefur breyst mjög mikið til dæmis þetta hlutverk doktorsnemans það er ekki svo stórt hvað varðar fjöldanema en þetta mjög strífandi og það hefur mjög vaxið doktorsnemastigið og þetta hlutur sem að partur af þroskuðum háskólasamfélögum og þarna, þetta kannski grunnurinn að svolítið rannsóknar hlutverki háskólans liggur þarna í doktorsnáminu. Þarna erum við bæði að þjálfa fólk til vísindastarfa og líka á sama tíma erum að skapa þekkinguna. Þannig að þeir sem eru í doktorsverkefnunum ekki bara í einhverju starfsmenntun, heldur eru þeir að takast á við vísindi og
raunveruleg vísindaveruleg verkefni og þau þurfa að vera gerð þá af miklum gæðum og við þurfum að hafa góðar leiðir til að fjármagna þetta og þar koma inn til dæmis sterkir samkeppnissjóðir og þeir þurfa að aukast verulega til þess að, og það önnur leið til að fjármagna háskólan að beina fjármagnin inn í þessa sjóði. Herðu, Magnús Karl, kærar þakkir og gangið vel í rektorskjörinu og takk fyrir að koma og ríða á vaðið að ég ætla að ræða hérna við aðra frambjóðendur og vonandi hafa hlustendur ánægja því að hlusta okkur tala háskólana. Ekki veitir af með það sem þú segir. Takk fyrir og mjög gaman að koma að spjalla. Takk. En við höldum hérna áfram við rauðaborðið. Hér eftir augnablik að þá ætlum við að fara niður á þing og Björn Þorláks ætlar að kynnast nýjum þingmanni. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is